Já, ég Ásrún, gaman að sjá ykkur hérna, takk fyrir að koma. Ég ætla aðeins að tala hérna í dag um staðalímyndir og tölvunarfræðina og það fókus sem ég tek svona snýr aðalega af konum í þessu fagi. Því miður þá hefur hlutur kvenna í tæknigreinum eins og tölvunarfræðinni ekki aukist eins og kannski við mætti að búast á undanförnum árum, og hér segi ég 20 ár. Og hvers vegna kannski erfitt að greina og það hægt að skoða það út frá mörgum atriðum og það búið að skoða margt og rannsaka margt og reyna að finna út sérstaklega hvað hægt að gera. Hægt að breyta þessari stöðu. Og hér kem ég til dæmis með fyrirsagnir af ýmsum vísindagreinum sem hafa verið skrifaðar, þar sem verið að skoða ólíka þætti og verið að leita lausna og greina vandann. Og hér sýni ég þróunina í tölvunarfræði hér á Íslandi frá 1997 til 2016. Ég fann ekki nýrri tölur og þið sjáið að það hefur ósköp lítið breyst. Reyndar fyrir 2016 þá virðist línan vera pínulítið að fara upp og kannski heldur hún áfram að fara upp, ég veit það ekki, það er vonandi, en miðað við svona allar rannsóknir og umræðu og verkefni og allt sem búið er að gera, þá virðist bara ekkert breytast. Og hvers vegna get ég náttúrulega ekki svarað, en ég ætla að benda hérna á ýmis atriði í dag. Ég kem hér líka með dæmi frá Bandaríkjunum og þetta gula er tölvunarfræðin og þá sjáum við hvernig þróun hefur verið þar frá 1970. Rís þarna upp 1984 en síðan dalar hún aftur. Á meðan aðra greinar, ég veit ekki, jú þau sjá þetta ágætlega, eins og læknisfræði, lögfræði, raunvísindi, þau eru þarna, hlutfall kvenna hefur risið mjög mikið í þeim greinum. Það margar ástæðugefna fyrir þessari stöðu og hér sýni ég 2 módel bara svona til gamans til að sýna hvað hefur verið í umræðunni og þið sjáu að þetta er bara óteljandi þættir sem eru taldir hafa áhrif. Ég ætla nú ekki að fara í hvern einasta þátt í dag, þá er ég hérna til kvölds. Heldur bara að sýna þetta svona til gamans að það er búið að skoða og leita og reyna að finna hvaða þættir það eru sem hafa áhrif og hvað getum við gert, hvaða þættir það sem við getum haft áhrif á ef við viljum breyta þessari stöðu. Og viðhorfin eru þannig að strákarnir vilja fara í tæknigreinarnar, þeir leggja áherslu á tæknilega atriði og stelpurnar, þær eru meira í öðru atriðum, þær eru meira í sköpuninni, hafa meiri áhuga á því og karlmenn hafa tilhneigingu til að ofmeta frammistöðu sína. Þetta finnst mér alltaf svolítið fyndið, en þetta er þannig, rannsóknir hafa sýnt þetta. Strákar eru svona dálítið góðir með sig og þetta fer að verða meira áberandi þegar krakkar komast svona unglingsaldur, að þá fer að svona greina svolítið meira á milli að þessu leyti. Og þarna tel ég upp ástæðunar, skort á sjálfstrausti, fyrirmyndum og hvatningu frá kennurum og foreldrum. En hvað skapar og mótar þessi viðhorf, hvað þættir eru það í okkar umhverfi sem hafa búið þetta til? Og eitt af því eru þessar staðalímyndir sem ég ætla að reyna að tala um í dag. Og þegar við erum að tala um staðalímyndir eða staðalmyndir, þá erum við að flokka fólk í einhverja ákveðna flokka og gefa hverjum flokki einhverja ákveðna eiginleika, hvort sem það er þannig eða ekki. Og það er að kalla þetta félagslega fordóma, við erum þarna bara að eigna fólki einhverja, hvort sem það er eiginleika eða útlit eða framkomi hvað fólk er að gera. Og þetta getur haft mjög mikil áhrif og skaðað og fælt fólk frá starfsgreinum. Sérstaklega virðist þetta hafa mikil áhrif á konur þegar þær finna sér ekki staðalímyndir sem passa við þeirra skoðanir og væntingar. Og eftir að hafa búin að fara í gegnum þetta, þá ætla ég að taka þessi atriði fyrir hér núna, þessi 4 atriði.
Þið sáuð á myndun hérna áðan að ég get ómlega tekið öll atriðin fyrir, þannig ég valdi að fjalla þetta með staðalímyndirnar í huga. Og ég byrja á fjölmiðlum og dægurmenningu og það er náttúrulega mörg að taka þar og ég ætla aðeins að fara yfir svona hvernig þættir í sjónvarpi og öðrum miðlum hafa áhrif og hvernig við höfum búið til svona tölvukarla og tölvukonur með svona ákveðna eiginleika og útlit. Og hér er til dæmis dæmi úr bíómyndum og þáttum. Þetta eru svona tölvukonur og tölvukallar sem unglingum hafa verið sýndir undanfarnar ár. Þetta eru svona frekar nýlega myndir og það er náttúrulega smekksatriði hvort þetta er myndalegt fólk eða ekki. Sumir eru það, aðrir ekki. En þetta er allan að svona, það er ekki víst að öllu ungu fólki lítist vel á þetta. Og ef við kíkjum á forritara, þá er náttúrulega þessi þættir, The Big Bang Theory, sem eru búin að vera gífurlega vinsælir og taldir hafa haft ótrúlega mikil áhrif á að festa í sessi þessa svona nörda ímynd. Okkur finnst þetta búið að fyndið, að mér allan því ég horfa á þessa þætti og ég get hort á það aftur og aftur, en raunin er náttúrulega ótrúlega hallærislegir. En maður finnst það fyndið og maður svona smá saman festist þessi ímynd, svona er þetta fólk, svona er þessi forritarar, bara nördar eitthvað dót. Og þetta getur fælt frá, auðvitað er til bæði stelpur og strákar sem finnst þetta bara smart og vilja vera svona. En það virðist vera að það sé síður að stelpur vilji samsama sig með þessum staðalímyndum. Hér fann ég auglýsingu. Þetta er síðan 2013, þetta er ekki gamalt. Þarna er verið að búa til hver vill fara að læra tölvunarfræði, hver vill vera kennari. Það er bara mjög augljóst. Þetta er háskóli í Bandaríkjunum sem auglýsir svona námi hjá sér. Og þetta er náttúrulega ekki gott. Þetta er svolítið gróft. Og það hefur komið í ljós í rannsóknum að þegar stelpur sjá staðalímyndir sem passa ekki við þessa nördaímynd sem voru myndir með áðan, þá fá þeir meiri áhuga á faginu. Og svo er það leikirnir. Það er talið að sú breyting sem varð á kynjahlutfalli í tölvunarfræði svona upp úr 80 tengist mikið tölvuleikjunum. Því þeir voru upphafi mikið gerðir fyrir stráka og svona kannski vöktu meira athygli og áhuga á því að læra meira tölvur og í upphafi þurfti maður að kunna svolítið á tölvur til að geta spila leikina. En í dag er þetta orðið svolítið breytt sem betur fer. Það er búið að gera miklu meira af leikjum fyrir stelpur sérstaklega og sjá náttúrulega bæði kynin. Og við höfum svona kannski eftir að sjá hvaða áhrif það muni hafa. Kannski eykur það áhuga stelpna, ég veit ekki, það er vonandi. Hér fann ég gamla auglýsingu. Ég var ekki viss hvort ég ætti að sýna hana, það var svona dálítið svona óviðeigandi. En hún er kannski ekkert verri en svo sem var á undan. Þetta er frá svona 80 eitthvað. Og þetta er kannski ekkert eitthvað sem tælir stúlkur til að læra á tölvur. Þá ætla ég að kíkja á jafningar og fjölskyldu. Jafningar og fjölskylda hefur náttúrulega gífurlega mikið áhrif í uppeldinu og í viðhorfamótun og fólk fylgist oft að, finnur sér hóp og jafnvel fer í sama nám og sama skóla og hinir í hópnum, vill ekki vera öðru vísi. Foreldrar eru náttúrulega gífurlega mikil fyrirmynd og móta skoðanir barna sinna. Og það gerir maður náttúrulega á alls konar hátt með bara rauninni allri sinni framkomu, það sem maður segir, það sem maður gerir, hvernig maður hvetur, hvernig maður letur og annað slíkt. Þetta kemur allt í ljós gegnum okkar framkomu, hvað okkur finnst. Og þetta hefur mikil áhrif á námsval, en svo koma líka vinirnir og kennarinnir. Og rannsóknir hafa sýnt að ef að foreldrar hafa jákvæð viðhorf til einhverja fræðigreinar, þá er líklegra að
börnin fari í þá fræðigrein eða á það fræðasvið. Og stelpur hafa sagt í rannsóknum að þær finnst skipta máli að ná árangri með stuðningi foreldra. Foreldrarnir skipta þær greinilega miklu máli og mamman talin hafa mikil áhrif. Og það hafa jafnvel verið í að því að þær eiginlega ráði hvað börnin læri. Ég ekki alveg að kaupa það, en þær hafa örugglega mikil áhrif. Sérstaklega ef við erum kannski í löndum þar sem mæður eru mikið heima með börnin og ekki mikið úti vinnandi. Þá gefur það bara augljóst að sá sem með barnið mest allan dag, hann hefur mikil áhrif. Og þá náttúrulega erum við að hugsa til dæmis unga konur í dag sem koma inn í háskóluna. Mæður þeirra eru kannski 40-60 ára gamlar og þegar þær voru að alast upp, hvernig var þá staðalímyndin og hvaða viðhorf báru þær yfir í sína dætur. Þannig þið sjá að þetta það er voða erfitt að fara að grípa inn akkurat núna og fara að tala við ykkur 16, 17, 18 ára stelpur sem eru búin að móta mjög mikið sína skoðun á sínu umhverfi og sumir gangi jafnvel svo langt að segja að krakkar séu komnir með mótaðar hugmyndir 10-12 ára. Sumar rannsóknir hafa verið að segja það. Þannig að ef við ætlum að fara og reyna að breyta viðhorfum þá virðist við þurfa að fara mjög langt aftur og ekki bara snúa okkur að stúlkunum heldur foreldrunum líka. Og svo það kennararnir sem kemur inn á eftir. Strákarnir virðast frekar velja raungreinar því að þeir hafa haft gaman að einhverju dóti, leikföngum og leikjum og bókum sem tengjast raungreinum. Mér varst dálítið merkilegt daginn þá fór ég að hlusta á upplestur hjá Yrsu og hún var að tala að hún byrjaði sinn feril á því að skrifa bækur fyrir stelpur með stelpu sem aðalhetjuna og útgefandi sagði henni að hún var að missa hálfan markaðinn. Ef hún hefði strák sem aðalhetju þá yrði bókin keypt bæði fyrir stelpur og stráka en ef það hefði stelpu sem aðalhetju þá yrði bókin bara keypt fyrir stelpur. Þetta fannst mér dálítið sjokkerandi en svo ég fór að hugsa þetta er bara alveg rétt, eða ekki? Þannig að stelpurnar lesa bæði strák- og stelpubækur en strákarnir lesa bara strákabækur sem er kannski ekki gott. Og þarna er ég með eitt punkt að hvað sé mikilvægt að sinna náminu og það fannst mér dálítið merkilegt að hvað stelpur leggja mikið áherslu á að standa sig vel. Þær vilja gera vel og ná árangri. Hér er ég með dæmi úr lítilli rannsókn sem ég gerði á nemendum í Háskólanum í Reykjavík og þarna segir ein stelpan þegar hún var lítil þá var bróðir hennar mikið í tölvum og henni fannst svo merkilegt hvað hann og vinir hans kunnu vel á tölvur. En langaði alltaf að læra en hélt hún gæti það ekki. Og svo er önnur sem vísar í pabba sinn. Hann var fyrirmyndin. Hún fékk að prófa og skoða og sjá hvað hann var að gera. Þannig að hann var hennar fyrirmynd og hvatning í að fara inn á þessa braut. Þá er það samfélagshóparnir og fyrirmyndirnar. Þar höfum við náttúrulega ýmislegt og ég hér tek fyrir vinnustaði, fyrirmyndir og samfélagshópa. Og það að vera eina stelpan á vinnustaðnum er kannski ekki skemmtileg staða. Þetta fannst mér dálítið skemmtileg mynd, þið sjáuð textan. Hvað getur þú fært þessu fyrirtæki? Þetta getur nú ekki verið skemmtileg stað að vera í. En vinnustaðamenningi skiptir náttúrulega gífurlega miklu máli. Og hvaða viðhorf eru þar? Þau hafa náttúrulega áhrif á hvernig öllum líður á staðnum. Og það er náttúrulega ekki bara einhver stefna sem fyrirtæki hefur, heldur það sem er í rauninni, það sem sést og heyrist og er gert, framkoma allra skiptir máli.
Og það hefur komið í ljós að það er ekki bara vandamála fyrir stelpur að samsama sig með vinnustöðum þar sem mikið af strákum, heldur líka finnst þau jafnvel ekki samleið með stelpunum sem eru fyrir. Þannig það virðist bara vera erfitt að finna einhvern sinn líkan í báðum hópum. Mér finnst þetta svolítið athyglisvert. Hver er ástæðan fyrir því? Eina stelpan, það nú margar hér inni eflaust sem kannast við þetta. Þetta eru myndir teknar hér flestar á UT-messunu undanfarin ár. Það sem að ég fann fullt af myndum það sem var bara ein kona í salnum eða ein kona í hópnum. Og þetta er kannski ekkit skemmtilega aðstæða að vera í og ekkit sem að unga stúlkur sækjast eftir. Og þá eru það fyrirmyndirnar. Það er alltaf bara misjafnt hvernig þessi nörda fyrirmynd fer í unga fólkið eins og ég sagði áðan. Sumum finnst það aðlaðandi, sumum finnst það fráhrindandi. Og suma bara taka ekki eftir að hafa verið engin áhrif. Og það þarf einhvern veginn bara að kenna unga fólkinu það að það bara skiptir ekkert máli hvað típa þú ert. Það skiptir máli hvað áhuga þú hefur. Þú þarft ekki að vera nörd til að fara í tölvunarfræði. Samt gat ég nú ekki setja á mér og koma með einn nördabrandara. Mér finnst þeir svo skemmtilegir. Það er gaman að vera smá nörd svona í sér, finnst mér, en kannski ekki öllum hinum. Svo er það samfélagshópar. Ég fann hérna rannsóknir sem voru að reyna að flokka stelpur sem eru þegar komnar í tæknina. Mér finnst það dálítið skemmtilegt viðfangsefni að skoða þær sem vilja læra þessa raungreind eins og tölvunarfræði sem er skortur á stelpum. Af hverju fóru þær þarna? Þarna eru tveir hópar að vera kvenlegi vísindamaðurinn eða gáfaða stelpan. Ég veit ekki hvort þetta er góð flokkun eða hvað, en þetta er svona kannski, einhver kannast við þetta kannski. Og svo kom ég með þennan frasa þarna líkur sækir líkan heim, að maður sækir í vinahóp af sama kyni. Og það eru jafnvel dæmi það að nemendur hafa breytt námsval til að missa ekki vinahópinn. Ég bara segi hérna sögu af einni vinkonu minni á sama aldri að þegar hún fór í menntaskóla þá ætlaði hún að fara í einhverja raungreina deild en allir vinirnir ætlaði í einhverja svona félags- og mála og það var kennt eftir hádegið. Þannig hún valdi það auðvitað. Miklu skemmtilegra. Það eru bæði vinirnir og svo ertu ekki að vakna. Þannig að þetta hefur gífurlega áhrif hvað vinirnir ætla að gera. Og auðvitað er það náttúrulega mjög gott að hafa stuðning af vinahóp og annað slíkt, en það er náttúrulega líka óæskilegt ef það stýrir einstaklingu í burtu frá því sem að þeir hafa áhuga á, að það passar ekki við vinahópinn. Þá ætla ég að fara að tala um áhrif menntunar. Menntun hefur náttúrulega mikil áhrif og við getum verið að tala bara formlega og óformlega menntun og við erum þar með tungumálið sem er mjög karllægt. Alltaf maður, maður, maður. Og svo erum við náttúrulega með kennsluaðferðir. Og það virðist vera það sem er dálítið mikið verið að skoða í dag, hvernig er hægt að hafa kennsluaðferðir fjölbreyttari til að koma til móts við fjölbreytta nemendahóp. Og þar virðast verkefnin sem verið er að vinna og umhverfi, til dæmis útlit á kennslustofu, að það virðist fara í taugarnar á stelpum ef það er svona druslu suppulegt og meðan strákarnir taka lítið eftir því. Ég var hissa því ég las þetta. Og svo er það sjónræni þættir. Ég er náttúrulega búin að sýna hérna úr sjónvarpsseríum myndir, en það er náttúrulega oft líka einhverjar svona fræðslumyndir og annað slíkt og auglýsingar eins og ég sýndi áðan. Og þar er allt sem tengist vísindum gjarnan eitthvað svona karla eitthvað. Og það er svona, þetta mótar allt og svo er það sjálfur kennarinn. Og það virðist náttúrulega vera mjög kynbundin viðhorf þar ennþá, samkvæmt rannsóknum.
Upplifun nemandans skiptir gífurlega miklu máli og hvatning kennarans. Og það líka eitt sem hefur verið skoðað, það heiti á námi og námskeiðum. Að þetta skiptir máli hvað námið heitir. Ef það heitir einhverju mjög leiðilegu nafni, að þá líst stelpunum ekki á það. Eins og að tala ástæðan væri að strákarnir væri bara betri í raungreinum, en það ekki þannig. Þetta talið vera bara miklu dýpra, þessi munur. Og eins og ég var að segja áðan, þá virðist gerast eitthvað þegar krakkarnir nálgast svona kynþroska árin, úlingsárin. Þá gerist eitthvað þannig stelpurnar svona missa einhvern veginn áhugann og sjálfstraustið á þessu sviði. Og nokkrar rannsóknir hafa sýnt að kennsluaðferðin skiptir miklu máli, í rauninni jafnvel meira en hvað verið að kenna. Og þarna höfum við náttúrulega ótal tækifæri. Og það virðist vera enn þannig að stelpur fá neikvæð viðbrögð sína vitsmunalega hæfileika. Og það var gerð eins skemmtileg rannsókn að stelpum var sagt að strákarnir væru betri og svo lögðu fyrir stærðfræðipróf, þá gekk það miklu verr. Ef það var sagt að þær væru jafngóðar, þá gekk það bara jafnvel úr strákunum. Þannig að það svo margt sem hefur áhrif og það svo margt sem við þurfum að hugsa okkur um. Og við þurfum bara öll að vera með jákvæð viðhorf ef við viljum hvetja stelpur og auðvitað stráka líka til að fara í raungreinar. Hér lítil rannsókn sem ég var með, þar sem ég var að spurja, þetta sama og ég vísaði áðan, af hverju ferðu í tölvunarfræði og stelpurnar eru með atvinnumöguleika og góð laun. Miklu meira út af atvinnumöguleikum en strákarnir eru meira að hugsa launin. Og þarna kemur ein með stafræðin hönnun en strákurinn sagði til að koma sjálfum sér á framfæri, búið til sprotafyrirtæki. Þetta líkur þessari rannsókn, hvenær fyrst áhuga á tölvunarfræði, stelpunum fengu miklu seinna áhuga og voru margar búin að byrja í einhverju öðru fagi. Og hvað kunnur mikið í tölvu áður og komst í skólan og þá sjáðu þið líka að strákarnir eru miklu ánægðari með sig þegar þeir komu í skólan. Og hér ég að vísa í hvað þau segja. Ég var aldrei góð í stærðfræði, þess vegna fór á tungumálabraut en núna komin í tölvunarfræði. Eiga möguleika að vinna í framtíðinni, skapa og gera hands-on vinnu. Á sínum tíma var hundlega stærðfræði ákvað að fara að læra eitthvað sem tengdist tölvum. Þar væri stærðfræði ekkert. Þessi ekki alveg kynnt sér innihald. Þetta kannski dæmi gert, en fólk veit ekkert hvað þetta fag. Það þekkir ekki innihaldið. Þessir ungu krakkar, þetta svona erfitt að ná til þeirra, erfitt að kynna þeim hvað þetta Og ef við dreg þetta saman hérna í lokin, þá búið að reyna mjög margt, bæði hér á landi og erlendis. Alls konar atburðir, kynningar, dreifa efni, stofna samtök og það sem hefur reynst vel og kannski auðveldar að breyta en það sem að gerast fyrir utan skólasamfélagið og það við höfum kannski smá stjórn á, það framsetningin, breyta nöfnum á námskeiðum. Mér varst þetta mjög skemmtilegt dæmi sem ég fann, hvernig hundlegalegu nafni á námskeiði var breytt. Og svo líka margir hafa verið að reyna að styðja betur þá sem hefja nám og þarna sá ég einn skóli hafi sett kallaði námskeið Gold fyrir þá sem hefðu minni undirbúning, sem kannski öfugt við það sem venjulega gert. Það Gold þeir sem eru betri. Þetta fannst mér skemmtilegt. Og ég ætla kannski bara að enda þessu og hann kemur loka myndina að við erum öll með staðalímyndir. Þær hafa náttúrulega mótast bara næstu því frá fæðingu. Sumt viljum við viðurkenna, sumt áttum við okkur á og annað ekki. Og jafnvel hefur komið í ljós að þær stelpur sem eru í raungreinnum, tæknigreinum, tölvunarfræði, þær hafa sjálfar neikvæðar staðalímyndir af sér, af faginu. Það aldrei merkilegt. Og þá ætla ég bara að enda á þessu. Hvað að gerast í dag?
Sjáum hérna mikið af brjóstgóðum konum, en það verið að koma fram með meira af bíómyndum og þáttum stelpur sem eru og konur sem eru í forritun, tölvunarfræði, tækni, einhverju. Vonandi þetta hvetjandi. Það sem kannski verið að gera núna, kannski vonandi bara byrjunin, það hefur verið með svolítið sögulegt, verið að sýna þætti sem hefur gerast 1980 og eitthvað slíkt, verið að draga fram það sem hefur gerst, en vonandi verður þetta svona meira verið að fjalla stelpur í dag til að ná til þeirra. Þá ætlum ég bara að þakka fyrir mig og segja bless.